Góðan daginn, gott fólk. Þurfum ekki eitthvað aðeins að væri þetta nær okkur. Ekki? Við þurfum það kannski ekki, það er ekki verra. En við kveikjum einu kerti á. Það eru vanafastir kallar og kellingar. Við erum enga breytingar. Það er ekki svoleiðis. Við erum nákvæmlega að tala það, eins og eitt sagði. Þá kom hann inn í borðsal, fullt af fólki, og hver á sínu við sitt borð, og einn gamall hundur var vanur að sitja á sínum stað, og hvað gerist maður? Það sé ekki einhver nýliði kominn í sæti hans. Og hann bara stillir sér af fyrir aðtakallinn, fyrir nýliða, og svo kemur einhver til hans og segir við hérna, það er nóg að sætum þetta, sestu bara einhvers staðar annars staðar. Ha! Sagði það kallinn, nákvæmlega sama hverju sitt. Og svo stóð hann að, þangað hinn stóð upp og þá settist sá gamli. Og nú var ekki meira saman þetta eins og þetta er vanaðistur. Ert þú þessi vanafasti kall eða kelling? Ég veit það ekki, en við erum öll svona á vissan áttum vanafast. Og það er alltaf að vera vanafastur. Það getur verið góður ávani og svo getur líka verið slæmur ávani. En venjan og vanin er rosalega harður húsbóndi, eins og sást með þennan ágæta vinn minn. Ég vildi bara setja á nákvæmlega þessum stað. Hvort matur var betri ef hann satt þar, ég veit það ekki, kannski taldi hann það, þannig að maður veit ekkert svo sem hvað menn er að hugsa. Þannig að það er ýmislegt sem við verðum að brjóta upp hjá okkur. Og veistu af hverju við þurfum að brjóta ýmislegt upp hjá okkur? Þannig að það er til þess að lífið, svona þessi daglega umgengni, bara sé í lagi, sé góð. Og þetta heitir víst tillitssemi við aðra. Og það er eitthvað sem allir eiga að tileinka sér. Tillitssemi við aðra, skiljið. Hefði nýliðin þessi til að mynda spurt, kannski á reynslunni, ég segi mér eitt hérna strákar, eru menn vanir að sitja á sömu borði hérna? Þá hefði kannski komið til þá hefði það kannski fengið svarið við því að það er þetta eldri maður sem að sitja alltaf þarna. Já, þá leiðum við það bara áfram. Svo hefur nýliði bara fundið sér nýjan stað. Svo kannski þegar hann var ekki lengur nýliði, búinn að fá reynsluna, fara frá reynsluna, já. Og þá vill hann ekki hanga uppi, kallinn. Þetta er tómt brass í dag hjá okkur, en það er gaman að brassi ýmislegt. Og af hverju get ég ekki nógu þessu sem er. Þannig, og svo losa ég upp á þessum, og þá vill hann nú held ég bestast. En það getur verið að til að byrja með það hefði ekki verið nógu gott. En að þið verið latir upplægi, þá held ég við leifum þessu bara vera svona. Og það heyrist ekki neitt og bara heyrist ekki neitt og verður feginn, þá er ræðan bara ekki nógu góð. En nú man ég ekkert hvar voru við áðan. Ég kannski byrja þetta upp á nýtt. Nei, við höldum áfram. En þetta er sem sagt biblíustundir okkar. Og við erum með orð Guðs hérna okkur á báðar hendur, sama orð Guðs. Og þetta er íslenska biblían. Ég hlægi að því vegna þetta málfarsmennirnir, ensku, þeir eru svo hrifnir að því að tala útlensku við hérna púltið orðið. Að, já, hvað? Er það ljóður? Jú, þetta er ljóður. Við erum á Íslandi, við erum auðvitað að tala íslensku á Íslandi, en ekki svo að skilja að við gerum þetta að einhverju keppikefli, já.
Þetta er náttúrulega bara fólk og það tala útlensku á Íslandi og finnst það alveg sjálfsagt. Þannig að það er margt skóla að stila okkur. Akkur það? Ég veit það ekki. En ég ræði nú ennþá íslensk mál og ég les mína íslensku biblíu og hef gaman að henni. Ekki svo að skilja að ég hafi komið út í útlenskri biblíu. En ég ekkert að leggja tíma í að lesa hana vegna þess að ég skil ekki útlenskuna, þannig að það er tómt mál fyrir mig að tala um það. En ég er ágættur að mér í íslenskunni og þess vegna bara nota ég hana. Ég er ekkert að snúa yfir í hitt. Orðin komin áttræðisaldur. Ætli maður haldi sér bara ekki við sitt gamla góða ylhýra sem maður hefur náð alveg ágætis tökum á. En ég er ekki að segja þér hvernig þú átt að gera þetta og ég er ekkert að segja neitt um það hvernig aðrir eigi að gera þetta. Ég er aðeins að drepa á þeim sannleika hvernig ég geri þetta. Og ég var fullt leyfi til að gera þetta með þessum hætti. En hvernig sem við förum að þá lofum við Drottinn Jesú og orðið sem hann hefur er þið sama og það var hefur verið þýtt á öll tungumál sem jörðin býr yfir og þau eru mörg til að hver og einn hafi það á sínu máli. Þannig var til þessi trú og þannig líka var til möguleiki til að trúin gagnaðist mönnum því að trúin segir okkur allt um sig sjálfa með því að lesa orðið og heilagur andi í hjartaðinn hann staðfestir það sem að orðið er að segja, þannig að þetta er alveg orðið persónulegt fyrir þig og orðið. Við sem trúaðir menn og konur getum ekki aðskilið okkur orðið Guðs. Ég veit ekki hvort einhver er að reyna það þegar ég er ekki aðrir, en ég veit bara að ég myndi aldrei fara þá leið. Heldur vil ég keppa eftir því að vera vel að mér í þessu orði Guðs. Og það er náttúrulega þvílík villa, segi ég nú bara, að reyna að koma því að hjá mönnum og konum að það sé ekki í lagi að lesa þessa bók. Ég meina, hvað eru menn að fara? Hvað eru menn að fara með því að tala svona? En þetta er verið að tala þetta aftur og aftur hefur sjálfsagt alltaf verið gert eftir hverja þýðingu á íslensku biblíunni. Ég reikna nú með því. Hvers slags talsmáti er þetta? Af hverju get ég að geta sagt þér það að þú ekkert að vera að pæla neitt í þessu og rétta þér enska biblíu eða franska eða danska? Af hverju er hún betri? Er það ekki bara vegna þess að ég tel hann að vera betri? Og hvað er sönnunin? Það er ekkert verið að leita hann inn að sanna hana. Ég tel þetta að vera mikinn ljóð á ráðumann að hafa farið þessa leið, en hvað getur maður svo sem gert til að breyta því? Sjálfur er ég alveg innfær að dæma orð Guðs. Og ég get alveg sagt okkur það að ég hík ekki við að lesa þetta. Og ég segi það og stend við að trú mín hefur vaxið til hvern sem er. Ég tel mig ekkert vera neitt lakari trúmann heldur en hvern sem er og það vita menn sem að þekkja mig. Það er. Og hvað er þá vandinn? Hann liggur allavega ekki í því að hafa að lesa þetta orð sem kom út 2007 og var töluvert gagnrýnt. Og er ennþá verið að gagnrýna það. Og menn með snjálnýjandi biblíur alveg súlust það var alltaf að lesa þetta, það er búið að nota þetta svo mikið og það kvartar ekki aðeins með hósir nýju útgáfuna. Þannig þeir eru ekki sammála því sem þar hefur verið að gerast. Eru þeir þá Guð? Ja, ekki í mínum augum, menn mega svo sem alveg segja hvað sem þeir vilja, en þeir eru það ekkert í mínum augum. Þannig að þetta er bara til að flækja málið og nú er flækjustigi fyrir og við séum ekki þarna. Þannig að ég er nú þar
að vilja bara nota þetta sem að Drottinn setti upp í hendurnar á mér. Og ég er bara þakkláttur fyrir það að vera þeim megin. En ég er ekkert að segja að menn megi ekki vera þarna eða nenna því, en ég nenni því ekki. Ég hef enga tíma til þess. Og lága mig hver sem vill. Við verðum að reyna og vilja þetta standa á því sem að við trúum að sé rétt. Ég trúi því að þetta sé rétt. Og það er engin mjög ofan að því ennþá. Og ég sé ekki annað en að ég sé að vaksa í trúnni til Jesú hvers sem er. Og eins og ég var að segja á það, held ég að menn séu nú sammála því sem að tilþekja. Þannig að ég spyr aftur, hver er þó vandi? Ég skal segja í hverju vandinn liggur. Hann liggur í minni afstöðu til málsins og eða þinni. En ég hik ekki við það að benda á orð Guðs, þetta orð Guðs sem er rétt og satt eins og það hefur alltaf verið. En ég rökraði ekki við því þetta mál. Því að væri hvort þið er ekki til neins því að ef þú ert ennþá við þetta sama heikarsorg, þá skaltu bara vera það og ég get ekkert í því gert. En ég veit eitt sem getur samfært það sem er rétt í þessu og ég trúi því að hann bara gerir það. Alveg sem hann hefur gert við mig. Hann hefur samfært mig alls konar og ég er samfærður enn þann dag í dag vegna þess að ég veit hvaðan þetta er komið. Ég hef líka heyrt eins og þú að menn geta sagt hvað sem er. Og ég veit líka að menn geta verið með sannfæring hvað sem er. En sannfæring manna er ekki endilega staðfesting á rétt og röngu. Geta auðvitað alveg hafa haft rétt fyrir sér og hafa auðvitað oft rétt fyrir sér, en fráleitt alltaf. Þú sagt ekki annað en að horfa til heimsins og umhverfisins, þá sér það nú gríðarlega mörg mistök. En ekkert að þeim var farið af stað með í þeirri fullvissu að rangan gerning væri að ræða. Svo leiddi tíminn það í ljós að svo var. Og við horfum til heimis. Og núna erum við að tala hamfaralínur, reyndar kemur það svona og fer í bylgjum. Það er ekki mikið það akkurat núna, það er svo mikið af öðrum stríðum, menn eru uppteknir við þau. En svo þegar það sklákkar, þá byrja menn aftur að tala hamfaralínuna og svetna undir húinni af öllu því sem á að gerast. Nei, vinur mínir, þarna vil ég ekki vera. Ég treysti orði Guðs og ég treysti því og veit og trúi að þetta er allt undir leiðsögn Guðs. Það er hans að ræður, ekki ég og ekki blöðin, það er stjórnvöld, það er hans að ræður. Hann hefur sett línurnar og það er reiðlast til ef hann gerir eitthvað í málinu. En ekki vegna þess að ég var að gera eitthvað í málinu. Og meðan að svo er, og besta og einfaldast að lúta bara honum sem lifir. Þú ert að horfa á dauðlegan mann sem fæddist árið 1953 í Hafnarfirði. Svo einn daginn sérðu hann ekki lengur. Þú manst bara myndin á honum í einhvern tíma. Svo hverfur hún líka. Hann er með líf manna. En eftir stendur orðið og það heldur áfram að leiðsegja og leiðbeina mönnum lífsins veg. Og ég hvet menn áfram til þess að trúa orði Guðs og vera velaðstir í orði Guðs og leyfa orðinu og heilagan anda í þér að sannfæra þau rétt og rangt. Og þá ert þú ekki algjörlega á valdi skoðana manna og kvenna. Ekki svo skilja að þetta fólk mig ekki hafa skoðanir og ég viti það. En ég tek ekki við öllu sem það segir. Ég áskil mér þann rétt og hef alltaf gert. Og ég meira sér svo slæmur að ég beygi mig ef að orðið talar
og sannfæra annað heldur ég hef haft sannfæringu til hingað til, þá beygir gamli sig þess vegna í duftið og segir, Drottinn fyrirgefðu að ég sá þetta ekki rétt. Þetta gerir trúin, hún gefur manni þessu auðmýkt að geta þetta. Þetta auðmýkt að geta þetta, sem við geta þetta. Hvað það sem? Og vaða áfram. Þetta var vont. Og gengu á einhvern símastur. Og bang, beint á símastur. Svo ég sá aumingjadraugurinn. Þetta var krakki og var ég að bíða eftir strætó og var einn tíma sem hann nefndi ennþá að fara með strætó. Ég satt inn í bílskýli og það kemur strákur hlaupandi með mömmu sinni og eftir henni var að hlaupa til hann og hann horfði tilbaka og hann skell ekki beint á skilti aumingjastrákurinn og hann bara féll aftur. Reis á hættur og að sjá virtist ekki það hafa gerst en höggið var nokkuð. Svo mikið reyndar hann hendist aftur. Beint á bakið maður. Svona gerir klaufaskapurinn fyrir okkur, þetta var náttúrulega bara klaufaskap og þetta hugsunarleysi sem er svo algengt oft hjá okkur. Við erum alveg uppteknir við eitthvað allt annað, svo erum hlaupandi náttúrulega, agalega gaman og svo á hlaupunum og þá vorum við tilbaka, kannski var ykkur eldan, ég veit það ekki, nei, ég held nú ekki. En þá er bara skilt yfir framan kauða sem hendir honum aftur á bak, beint á bakið og göttuna, beint fyrir framan mig. Ég hló nú ekki einu sinni, ég vorkenndi nú bara strákur einu fyrir að lendi í þessu því að þetta var nokkuð högg. Svona fyrir aðgæsluleysið með okkur. Þannig að við þurfum að vera vakandi, við þurfum að hafa aðgæsluna uppi. Orð Guðs er best til þess að halda okkur vakandi, það er til þess að halda okkur vakandi. Og við erum á varðbergi gagnvart svo mörgu og við flönum ekki með bundið fyrir augun. Við bindum ekki fyrir augun til að þau sýna okkur og lýsa okkur veginn. En þetta gerast óheppinn og allt saman það og engi var svo sem að leika sér að þessu en ég horfði nú á þetta með mínum eigin fallegu augum. Og þá var ég bara unglingur líklega. Þetta var í Hafnarfirði. Þú veist að það gerist allt í Hafnarfirði. Og þetta var meira að segja á strandgötunni í Hafnarfirði. Þetta var gengt skóbúð Geira Jóels. Þú manst nú alveg pottið eftir henni. Og það var strætóskýli í mörg ár á þessum árum. Og þar satt maður stundum og beið þetta strætó. Og bjó ég á Hellisgötu númer 15. Og það var annar strætóskýli upp á Reykjavíkurvegi, gengt sjónarhól og frá Hellisgötu 15 þangað var jafn langt, eða svona svipuð vegalengd og að fara niður á strandgötuna í skýli þannig, í strætóskýli þannig að það skipti ekki máli hvora leiðinu maður fór og maður fór þetta svona til skiptis, maður fór nú reyndar oftar skólaskeiðið ef maður fór í strætó sem var sjaldan. Þá var þetta möguleikinn. En á annan ungling krakka hef ég ekki horft hlaupa á staur og hljúga aftur á bak, en ég horfði á það í þetta skipti. Sumt er eftirminnilegur öðru. Hver þessi maður var, þessi drengur var, veit ég ekki. Og hef ekkert frétt af því neitt meira. Og þannig er það með lífið að við ýmislegt rekur og fyrir okkar og sumt eftirminnilegur öðrum. Þó við vitum ekkert meira málsatvik nema þetta andartak sem við sáum. Já, í andartakinu sem þá var, svo veitum við ekki meira. Svona er lífið fullt af myndum sem það dregur upp fyrir okkur ef það vill
og við vinnum úr og móðum úr, svona ef við viljum og eins og við kunnum. Samt ekkert að þessu neitt tengt orði Guðs, nema kannski að því leytinu til að brýna okkur til þessara árvekni og vera svolítið vakandi á leiðinni. En sumir þurfa að læra og sumir þurfa að hlaupa á skilti til að aðeins að vakna. Það tilgangur með þessu öllu. Og eftir að hyggja held ég að þessi ágæti unglingur hafi nú lært leksíuna sína og aðeins gættað betur þegar hann tók sprettinn. Eins og unglingar stundum gera. Þetta eru mestu hlaupadýr jarðarinnar, það þessi ungu menn, unglingar. Alltaf hlaupandi. Viljum við þessi krakkar, ég man þetta einu sem að það voru oft krakkar í kringum okkur. Sérstaklega við vorum í hestamennskunum sínum tíma, það voru oft krakkar líka og krakkarnir náttúrulega voru sendir og alveg hlaupu sprett fram og tilbaka. Og einn sagði rosalega hvað þessi krakkar eru viljugir. Þá sagði einn, já, og meðan þeir, þangað til þarf að fara að nota það eitthvað, þá eru þau ekki eins viljug. Og meðan þau gera þetta bara, vegna þess að það var gaman að því þó bara að taka þessu sprettin. Sumir reyndar eru mjög fljótar og það bent og þau taka sprettin og svo koma það tilbaka og byrju við hvað átti ég þetta að gera. Það alls konar í gangi. Og fljótærni mikil og áginn gríðarlegur, þar að segja, á meðan við höfum enn gaman að því. Svo hættu það að hafa gaman að því, þá þetta bara, getur hann ekki hlaupið þetta tíma, það alltaf ég. Nú þetta hætt að vera gaman. Orð Guðs ekki þannig. Þú er alltaf gaman að orði Guðs. Þú hefur alltaf gaman að því að stúdera orð Guðs, tala orð Guðs, lesa orð Guðs, vegna þess að orð Guðs bara lífið. Það ekki? Og þú hefur gaman að lífið. Og þegar Drottinn er komin inn í hjartaði, þá hefur enn meira yndi af lífinu. Og þú vilt rækta upp lífið í þig. Og þú veist að orð Guðs er kjörið til að rækta upp lífið. Þess vegna er þetta að lesa orð Guðs. Þess vegna er þetta að stúdera orð Guðs. Þú ert ekki bara að færa þig nær Guði með því sem þú veist. Þú ert líka aðeins til þess að vita meira lífið, hvernig það er og hvernig það virkar og hvernig það aktar og hegðar sér. Þetta er allt í orði Guðs. Og þú vilt vera þessi manneskja sem gerir þetta, að því að þú ert manneskja, hold og blóð, sem ályktar, sem dregur upp myndir og alls konar með sjálfum þér. Já, sem enginn veit nema þú. Og það er allt í lagi með það. Og ef þú vilt tjá þig það seinna, þá bara gerir þú það. En það er ekkert allt sem við tjáum okkur hvorki fyrir eða seinna. En þetta býr með okkur. Og hver manneskja veit alveg helling alls konar sem þú veist ekkert og myndi aldrei vita Þannig að það er mikil þekking og mikil skilningur sem býr í hjarta öll þessum grúa manneskja sem þú mætir á hverjum degi og sér alls konar svipbrigði hjá. En innra með því er, visku brunnur sem að kemur ekki fram vegna þess að menn sýnaði enga ræktarsvipi. Ef að ég á að læra af þinni reynslu, þá voru þú að tjá mér hana minn kæri. Annars veit ég ekkert hana, fyrir að þú mína reynslu. En þegar við tjáum okkur það, þá líka vex skilningur bæði á einstaklingi og jafnvel sem virkar þannig að sá sem heyrir og sú, hún er að læra helling af því og fer að nýta fyrir sig. Þannig virkar þetta, þannig er þetta. Og þetta er svona sem að Drottinn hefur hugsað þetta. Þess vegna líka eru við fleiri en einn og fleiri en tveir. Þess vegna líka
erum við í samfélagi við aðra einstaklinga. Við sem börn, við áttum okkar leikfélaga og verðum tíma með þeim, já, allan tíma sem við höfum aflögu. En svo erum við fullorðnir menn og þetta allt saman splittast og þú fórst inn í annan hóp og svo annan hóp og annan og svo framvegis. Hvar eru gömlu félagarnir? Ég veit ekkert það. Allavega erum við ekki í miklu samfélagi, þessi strákar sem erum í kallar í dag, og við veitum hverjir af öðrum. Og hefur alltaf verið með þeim hætti og eins með vinnufélagann okkar suma. Við veitum ekki hvað þetta fólk en sumir af þeim eru svona með okkur í hjartanu. Hvað þetta fólk? Veistu ekki, þú reiknar með því að það sé það sem það var áður en þú hefur ekki hugmynd það, því að menn flytja sig set. Það er mikið það að menn flytja sig set í dag. Þegar ég var krakki í Hafnarfirði, ég bjó á sama stað í 16 ári mánuða, fluttið 60 og það var 76, já. Þá hefði ég búið þar í þessi 16 ár og það var oft skorað þar, spáði því það, að svona þessi götu minn, hún var skipuð eiginlega sama fólki allan þennan tíma. Maðurinn í næsta húsi, já, hann var alltaf þarna og í næstu húsum alltaf þarna. Nágranni okkar var alltaf eins sami og svona var þetta bara allt í kring. En auðvitað einhver flutningar en ekkert mikið. Þetta var á þeim tíma að menn svona voru með ræturnar þar sem þeir voru. Að flýta og fara og gera var ekkert svo mikið inn í myndinni. Menn voru bara sáttir þar sem þeir voru niðurkomnir og það ekkert rangt við það. En svo fór þetta allt saman að breytast, kannski vegna þess að heimilin svona voru. Það var komin önnur hugsunin þar, að heimilið ekki lengur þessi gríðarstaður sem við þekkjum sem konur eru áttræðisaldur eins og ég og langt á undan þeirri tíð var þetta þannig. En svo kom einhver æsingur upp og menn viltu fara að gera eitthvað og voru að gera eitthvað. Og heimilið byrjaði að vera vanrækt og heimilið í dag mjög vanrækt. Og við erum að henda þessu yfir á ríkið og svo allt fyrir okkur, helst barnauppeldi líka. Ef að ríkið gerir ekki nóg þá kvörtum við. Og við erum búin að setja okkur á þann stað að 2 fyrirvinnur verða að vera. Ein fyrirvinna næði í minni ungdómstíð og allara minna félag og allstað bara samfélagi var þannig þá. En þetta breytt í dag. 2 fyrirvinnur og þær ná alla saman endum. Allar. Af hverju? Þannig með því að yfirgefa Guð þá fer líka blessunin. Við sem eigum til Guð, við skiljum mikilvægi þess að vera blessaður af Guði. Og núna sé ég að þú hugsaðu með sjálf að megin roka ekki eitthvað þessi maður. Þetta ekki roki, þetta sannleikur. Og þess vegna held ég mig við Biblíuna, orð Guðs, les Biblíuna, mér til alls svo traust og læri upp úr Biblíunni og ég sé það að komist að því að það hefur ekkert breyst. Umhverfið hefur breyst og ég var nú rafmagn þegar ég var ungur, það var löngu kominn. Það var engin snjallsími þá. Þannig hann núna í hvers manns vasa. Svo sem þetta ekkert betra líf neitt núna heldur var þá, það var flott líf þegar maður var krakki og bjó til hjólið sitt sjálfur úr 15 öðrum hjólum.
Mér langaði til að eiga hjól og það var bara týnt og farið á haugana og týnt þarna og týnt hérna og heyrt þarna og gert þarna og svo var til úr þessu eitt reiðhjól. Og mamma skaffaði pening fyrir bretti og bögglabör og svona og luktum. Mamma var alltaf gjaldgerinn okkar. Svona ef hún gat eitthvað gert þá gerði hún það nú. Ekki áttu auðvitað sjálfir og vorum ekki með mikið peningavitt og var bara sjálfsagt að mamma reddaði þessu. Hún gerði það nú hurðu oft, en ekki alltaf. Gráð það, þannig fekk maður sitt fyrsta hjól held ég. Það er önnur söga til hjól, og sé nú í upprifjuninni í dag, að við stoppum, við vorum alltaf bara að krakka börn þá. Og börn eru bara börn. Það var reiðhjóla sala og verkstæði upp á Reykjavíkurvegi, þú veist hvað Sjónarhóll er í Hafnarfirði. Þar var einu sinni reiðhjóla verkstæði sem við komum stundum til. Og ég kem þarna inn einu sinni og einn með mér og við vorum eitthvað að velta fyrir okkur ný hjól. Og ég spyr, heyrðu, þetta hvað kostar hjól? Það fyrir hérna 500 krónur, sagði hann. Ég man það. Vá, 500 kall. Og við höfum heim, alveg svoleiðis, samkjöptuðum ekki og mamma maður. Mamma! Já. Má ég kaupa hjól? Hjól? Hvað kostar hjól? 500 krónur. Og ég fór. Og mamma lét okkur af 500 kall og við hlaupum alveg í einu spretti upp á Sjónarhól aftur. Skúlaskeið og yfir Reykjavíkurveginn og í Sjónarhól. Í hjólaverslunina og segði þetta má hjól. Strákurinn náttúrulega snýr sig við og tekur bara svona kerruhjól úr hillunni. Við vorum ekki að minna þetta. Við ætlum að kaupa reiðhjól. Já, strákar mínir, það kostar nú svolítið meira en þetta og við vorum að grenja. Við vorum svo spæltir. Og hann í góðmennsku sinni, reiðhjóla eigandinn, eða reiðhjóla verslunar eigandinn, hann seldi okkur lítið hjól á 500 kall. Þannig að þetta var bara gjöf. Við vorum svo aumir, hann bara sá aumur á okkur. Og ég man eftir því að ég var sá sem hjólaði hjólinu og hinn hljóp á eftir. Og þetta hjól var lengi til heima. Lítið hjól, krakkahjól bara. En það var okkar eign með þessum hætti að við ætlum að kaupa hjól 500 kall, ekkert mál. Mamma reddar peningu fyrir því. Alveg 100% þessir og mamma rétti 500 kall og það kostaði eitthvað aðeins meira. En við fenguð á þessum 500 kall vegna þess að við grenjuðum svo mikið. Kalli, hann reddaði þessu bara í kvelli og við fórum skælbrosandi frá honum. Ég man alltaf eftir því að ég hjólaði á því heim eftir skúlaskeiðinu og hinn fór á eftir. Það var ekkert að skiptast neitt, ég held að hann var suðað að hún var hjóla líka. Það var ekkert gefið eftir. En við notuðum þetta eitthvað og svo náttúrulega var þetta lítið hjól og við stækkuðum strákarnir. En það voru yngri krakkar heima og þau voru nú eitthvað að nota þetta með mig. Svona var nú þá. En þá var engin biblíuáhugi og maður vissi nú ekkert hana, biblíuna. Og biblíuáhuginn minn vaknar eiginlega ekkert fyrir eftir að ég frelsast 1989 sem ég oft talaði. Þá kom með buxun, Konráð, þú þarft að fá þér biblíu. Bara fljótlega. Hér er biblían og ég er að lesa hana á hverjum degi sem ég segi. Ég er ekkert að monta minni dagið, þetta er það sem ég geri. Og akkur ætti ég að monta með því sem er mér bara eins og matur. Ég borða og ég les orð Guðs vegna þess að það er bara minn matur. Trúarlegi matur.
Við höfum ekki lesið mikið núna en við skulum allavega lesa einhvers staðar eitthvað. Við förum í 3. kafla Jóhannesar Guðspjalls og lesum frá og með versi 1. Maður hét Nikodémus af flokki farisea og átti sæti í öldungaráði gyðinga. Hann kom til Jesú nótt og sagði við hann: Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir kominn frá Guði. Enginn getur gert þessi tákn sem þú gerir nema Guð sé með honum. Jesús svaraði: Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Og nú verður kallinn algjörlega kemst stopp. Nikodémus segir við hann: Hvernig getur maður fæðst þegar hann orðinn gamall? Skyldi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst? Jesús svaraði: Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn maður kemst inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Þetta hann að tala sem sagt niðurdýfingaskírnina. Já, anda. Það sem að manni fæðist mannsbarn, en það sem fæðist af anda Guðs Guðsbarn. Og það skilur á milli feigs og ófeigs að vera Guðsbarn. Guðsbarnið lifir eftir dauðdaga sinn. Guðsbarnið. Ég Guðsbarn. Ég stefni því til eilífa lífsins og með mér væntanlega þú, hvers þú ert, vegna þess að andinn í brjóstinu eins sami. Andi Guðs sem að gaf niður. Og við skýrðustum eins og við trúum að ég að skýrast. Og ég skýrðist, niðurdýfingaskýrð. Ég man alltaf eftir því, það var mikil flugeldasýning sem að ég upplifði þessa stund og þannig að ég veit alveg mátt skírnarinnar og ég var lengi að taka, ég er nú hafðingur og lengi að taka ákvarðanir og það tók mig eftir 2,5 ára að best að vera að drífa sig í þessu. Þá gæti ég ákvað að gera þetta, en við hafðingarnir eru svo miklir prestarar að þessum hafðingi tókst að fresta því í 2,5 ár. En svo loksins fór hann og ofan í skírnarlaugina þá, og voru margir sem skírðust saman, voru heldur 32 manneskjur, minnið það. Og ég var einn af þeim. Og lifði þetta mikla undur og þessa miklu flugeldasýningu, þannig að skírninu var fyrir mér mjög svona táknræn. Ég velti fyrir mér hvers vegna þetta var svona og ég eiginlega kemst ekki að neinni annar niðurstöðu, Guð þolinmóður. Hann var alltaf að ýta á mig, hann var nú að gera þetta. Var nú að gera þetta, var nú að vinn. Og svo gerði ég það. Og kannski að það er svo góður, bara leiði að blessaði mig bara ríkulega með þegar loksins drattaðist í þetta verk. Þetta er auðvitað bara ég að hugsa upp á þetta. Ég leiði mikla sýningum að þegar ég lendi ofan í vatninu og á Mólakaf, eins og gert í þessari skírn og mikil sprenging varð hjá þessum manni, mjög eftirminnileg. Þannig að Guð getur gert sumt hjá okkur í okkar lífi mjög eftirminnilegt og hann gerir það vegna þess að hann er Guð almáttugur. Hann er svo sem ríkir og ræður. Hann er svo sem að veit og getur allt, hann er saman hvað það er og þess vegna látið feitan kall úr Hafnarfirði, sem þá var feitur kall, verða fyrir miklum árum. Og það varð, og ég 25 ár síðan segja það, lifið þetta eins og hafi gerst í gær. Guð er góður. En það er orð Guðs, við höfum ekki mikið farið í það núna og við leyfum þessu bara rúlla eins og drottinn vill það, en það er komið tími og Konráð kveður og verður hér áfram að við ykkur liðinni. Verið þið sæl.